Já, komið í sæl og verið velkomin á Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Linda Lólafsdóttir og ég er með góðan gest hjá mér sem heitir Skúli Ísak Kassi. Komdu sæl. Hæ. Bara gott að fá þig. Já, takk fyrir að fá mig. Ég hefur reyndar ætlað að hafa sambandið þig lengi. Já. En þið voru að setja á, þið settuð upp sýningu nýlega í Borgarleikhúsinu. Já. Sem ég reyndar því miður sá ekki. Já. En vonaði sýnaði það. Já, við heldum við rýmund alveg aftur upp, sko. Já, akkurat. Þá verði ég á fremsta bekk fyrst. Já, ekki. Með alla familíuna, sko. Já, ekki. Frábært. Já. En þess að þetta var leikriti þegar ég sé þig, þá sé ég mig. Já. Og mann sér bara þegar maður sér nafnið, þá tengir maður við það. Einmitt. Ég náttúrulega á börn sem hafa svipaða reynslu og nákvæmlega. Já, einmitt. Og mér langar bara að byrja að spyrja það eins, beða það eins að segja mig frá þessu leikriti og svona. Já, það er alltaf kannski málið við þetta verk að þú veist, það sem þetta, ég held að sé alltaf eitthvað sér fyrir hverjum og einum. Þú veist, verkið í sjálfu sér, en þetta er náttúrulega bara það að, þú veist, að vera bara litaður í Íslandi og þeir menningarheimar sem að mætast og skapast þar. Já. Og erfiðleikarnir og ástin og fegurðin og sorgin og allt, sko. Já. Og hvað þetta þýðir allt fyrir manni og þú veist, þetta náttúrulega var útrúlega erfitt að gera. Það var mjög átakanlegt verk en alveg jafn fallegt og það var erfitt, sko. Maður grætti alveg eilíðarvinni í gegnum þetta og bara finnur fyrir ótrúlega miklu stolti, sko. Já. Ég bara trúi því. Ég náttúrulega sá bara einhverjar svona stiklur úr verkinu og er að lemja mig í hausinn fyrir að hafa ekki farið. En við hendum í undirskriftalista. Já, akkurat. Ég verð líka efstablaðið þar. En þið voru í raun og veru að segja ykkar sögur. Þetta var svona flétta saman úr sögum, úr ykkar lífi. Hvað voru margir leikarar? Við vorum 6 í þessu. Já, 6 leikarar og svo voru einhverjir bak við tjöldin. Já, við vorum 6 leikarar, sko. Leikararnir voru, sko, ég, stelpa sem heitir Viktoría, Tara, maður nafni Sedley, hann dansarinn Lúis Lukas og Þórdís Nadja. Já. Og þeir sem voru, svo var það Kanema Masinkíla sem að þetta var verkið hennar sér og sem að við unnum með henni. Já. Hún leikstýrði og bak við tjöldin var sem sagt Dýrfinna, hún var Dýrfinna og Bjartur. Þeir voru sem sagt ekki bara með hljóð og ljós heldur líka sviðsmyndina og svo var hann Sonny sem að gerði tónlistina. Já. Jónmundur prodúsaði þetta fyrir okkur gegnum Elefant. Einmitt. Þá Elefant, þetta er leikhópur eða svona einhvers konar listahópur? Já, þetta er svona, ég er ekki rétt að manneskjan til að útskýra þetta, sko. En þetta er dálítið bara svona það sem að við fáum þau seinna bara. Já, algjörlega, ég held ég ætti ekki að vera svona. En Elefant er bara, þú veist, ekki bara fyrirtæki heldur líka bara svona listahópur. Já, og bara svona og með fólki sem að kemur og fer. Held ég fer bara eftir verkefnum. Já, akkurat. Ég tek því allavega þannig. Já, akkurat. En var þetta vel sótt? Já. Já, þetta var töluvert meira aðsókn en maður bjóst við, held ég. Þú veist, og maður vissi náttúrulega auðvitað að fólk myndi vilja sjá þetta og fólk náttúrulega, þú veist, einmitt bara litað fólk á landinu, þú veist, myndi vilja koma en það var ótrúlega. Það var kannski ekki magnið af fólki sem að kannski koma á óvart heldur líka bara það sem maður heyrði, þú veist, og þú veist, alltaf hvort það var bara, bara einmitt, ég upplifði þetta sjálf eða heyrði, þú veist, vinir eða fjölskyldumeðlimir eða eitthvað og þetta bara svona, maður fann fyrir mjög miklu svona sense of community. Já, svona mjög, sem var mjög bara, ég veit ekki hvernig ég útskýra, frelsandi. Já, akkurat. Þú veist, og svona, svona relief bara. Já, einmitt. Ég nefnilega mann þegar því ég bjó í London sem sagt þegar mín elsta fæddist. Já. Og það var svona smá sjokk að koma með hana heim. Já, ekki. Þetta var bara. Hvenær komið þið? Þetta var sem að hún er fædd 95. Já. Og þú ert fæddur hvað það? Ég er 93. Þú ert 93, já. En þú ert aðeins eldri. Þetta er sem sagt það var einhvern veginn sko svona, af því að þar náttúrulega er meira af, þú veist, svona
litringum fjölskyldum og svona, en einhvern veginn sko þegar ég kom heima, því ég var 21 árs þegar ég átt hana sko, og það verið að spyrja mig, hvaðan fékkst hana? Þú veist, og maður bara, ég 21 árs. Afsakið má blóta. Það má. Ok, já. En þú veist, þannig að þetta var svona viðbrigðin sko, og það náttúrulega var, þetta var náttúrulega upp úr 90 þegar var ættleiðingar. Já, einmitt. Og sem er gott og fallegt og ekkert að setja út á það sko, en það var einhvern veginn sko, eins og það væri bara svona í fólki einhvern veginn að hvít kona með brúnt barn. Já, þetta bara þú hlýtur að hafa. Já, einmitt. Og þannig að þú veist, þetta, já, það er svona byrjaði mínu upplifun. Já, nákvæmlega. Þetta er alveg svo mikið menningarsjokk. Já, akkurat, þannig ég get alveg ímyndað þér, þú náttúrulega mamma þín, Amal Rún Kasi, mörg af okkur allavega sem er á mínum aldri og eldri muna eftir henni. Já. Hún náttúrulega kemur til Íslands, 80 eitthvað? 87, já. Já, einmitt. Kemur þá. Já. Í mars-mæi eða eitthvað. En það var einmitt líka svo að tala um, þú veist, hún labbaði niður götunar, þú veist, þá var bara fólk að bara horfa á hana, þegar, þú veist, ekkert endilega með einhverjum fordómi, það bara, þú veist, þau bara föttu bara, já, þú ert ekki túristi, bara þú byrði hérna, þú ert bara í jakkafötum með skjálalleg, sko. Já, þú ert bara svona venjuleg manneskja. Já, hún bara eins og við. En hann að því þannig, einmitt, og hún skrifaði einmitt þetta, sko, og var að tala bara svona, þú tók þessu náttúrulega ekkert inn þessu, hún fattaði náttúrulega bara, þú veist, þetta er bara ekkert, já, á sér ekki stað vanlega í Íslandi, ekki mikið af fólki sem lítur út eins og hún, hann auðvitað það kannski fólki sem sökki, sko. Já, en hún kunni að taka sér pláss, blessunarlega, alveg hefur, hún var svona brautryðandi í raun og veru, sko, hún náttúrulega talaði frábæra íslensku, frekar snemma. Já, hún var ekki, rættið það mitt aðan, sko, var ekki lengi að peka hann upp, sko. Akkurat. Og ég finn ennþá, sko, ég er maður hægt og rólega að fara í gegnum dánabúið og svona, sko, hann að, veist, ég finn alltaf einhverja svona gamlar skólabækur, sko, eitthvað svona, já, bara einhverja íslensku kennslubækur og eitthvað sem maður setur bara í kassa og geymir, sko, en einmitt, ótrúlega, hún var ekkert að eyða miklum tíma, sko, því hún sagði einmitt við mig, sko, hún sagði, ég vissi að ef ekki bara það, ef ég myndi ekki tala tungumáli heldur, ég myndi tala bjagaða íslensku, að þá myndir ekki neitt taka mér alvarlega. Og hún hafði alveg rétt fyrir sér, ég myndi ekki ennþá gera í dag held ég, sko, en það er ekki mikið breyst á 30 pluss árum. Nei, því miður, það er þetta allavega virðist breytast mjög hægt. Já, hægt og bítandi allavega. En það eru allavega fleiri, það er að fjölga þeim sem að líta öðruvísi út. Algjörlega, þetta er alveg svona, alveg huggað mig við það, sko, og fyllist bara ótrúlega miklu stoltir líka, sko, að ég geti horta á þessu konu og setja hún sem móður mín, sko, bara einmitt. Eins og ég segi, það var ótrúlega mikið af fólk, því það var líka alveg þangað til hún fór, sko, þá var hún að vinna með lögreglunni og var þá, sko, að þýða fyrir innflytjendur, sko, hvort sem voru þá að koma úr stríðsamum löndum eða bara flytjengar, sko, því hún talaði arabísku líka, sko. Þannig að hún neytti mjög miklum tíma líka bara að hjálpa fólki, hvort sem það var í kvennaðakörunni þegar ég var krakki eða hjálpa þeim að finna sér stað og á landinu, sko, þannig að alveg ótrúlega manneskja, sko. Já, akkurat. Þetta hefur örugglega verið svolítið einmannaleg tilvera fyrir hana á köflunum. Já, það var það, sko. Það var svo alltaf, veistu, var hún líka bara alkoholisti þegar kom að því í endan, sko. Já, einmitt, það er náttúrulega bara þetta var svona í endan einmitt, þá var þetta einmitt byrjaði að vera dálítið einmannlegt, en það var náttúrulega ótrúlega mikið alveg upp að, þú veist, samtalið þangað til hún fór, sko. Það var ótrúlega mikið af fólki sem að bara, þú veist, þakka henni enn þann dag í dag fyrir, sko, og bara, þú veist, og var ótrúlega stolt af henni og hún alltaf gerði ótrúlega mikið, sko, fyrir umhverfið sitt, sko, og ég tali mitt hana í verkinu, sko, þá nefni ég mitt hann og þetta er mitt þetta, þú veist, mann er langað dálítið að bara vera í heimi eða samfélagi að það sem að fólk fær þann stuðning sem það á skilið, sko, akkurat, og þetta er nákvæmlega sá stuðningu sem hún veitti öðru fólki, sko, bara hann að það er ótrúlega maður huggar sig við þetta. Já, einmitt, já. Hún var náttúrulega farin allt og snemma. Já, það er oftast þannig með svona fólk, sko. Vill oft vera þannig, já, einmitt. Það fá styttri tíma. Akkurat, það er þegar maður einmitt hugsar líka alkoholisma og hvernig, sko, það stuðningskerfi er náttúrulega bara búið til utanum hvíta ríka kalla
Þannig að það ekkert fyrir alla endilega að finna sig inn í því stuðningskerfi. Nei, en svo þetta var svona fylgdís, þú mátt aldrei svona blackballed líka, þú veist, aldrei úr bara, þú veist, sínum hringjum út af því, sko, en svo var náttúrulega eins og þú segir, svo eru aðrir sem eru líka í jakkafötum sem að geta drukkið eins og sýnist og halda sinni stöðu, sko. Það akkurat og er glettilega algengt líka. Já. Það já. En já, mér vil segja, sko, ég man eftir hérna og ég mitt sagði þér sögu. Já, einmitt. Þarna af henni þegar ég hitt hann einhvern tímann og þannig að vissi ég hver hún var að því ég mundi eftir henni, sko. Já, einmitt. Þetta var þegar ég kom tilbaka frá London. Já. Held ég örugglega 99 eða eitthvað svoleiðis hefur þetta verið og þá hittumst við í Sundi. Já, var það Vesturbæjarlaugin? Nei, ég held þetta að verið Seltjarnarneslaugin. Já, ok. Já, örugglega verið þegar ræktinn var ennþá. Já, ég manna það ekki alveg, sko. Ræktinn. Já, einmitt. Þetta var allavega, ég manna að við sátum í, ég var með dóttur mína, Maja, sem er 2 árum yngri en þú. Og við vorum í einhverjum potti, heitum potti. Og mamma þín kemur og þið og hún segi bara sérðu Skúli, hún er brún eins og þú og alveg bara andlitið á henni svona lifnaði við, sko, þegar hún sá Já, þetta voru svo mikið að þannig momentum. Ég mani mitt eitt skipti, held ég, þetta er verið fyrsta skipti, sko, sem að ég fór að hugsa út í það, sko, eftir þú sagði mér þetta. Ég held þetta er verið fyrsta skipti sem ég sé, sko, aðra, sko, svarta konu út af því að ég þá í meðlabúin með mömmu, sko, og svo fer ég að hlaupa og sækja eitthvað Svo fer ég og er eitthvað að pikka í henni endalaust, sko, og hún er ekkert að svara mér og svo allt í henni bara snertir hendi á mér öxlina, þá er það mamma, sko, þá er það bara önnur svört kona. Þá hafði ég bara ekkert séð að það svarta konu áður, sko, og var ekkert að pæla í þessu, sko. En, já. Þetta er, akkurat, þetta er svolítið lýsandi fyrir henni. Stöðuna. Einmitt. Ég reyndar man alveg eftir, sko, að ég er fædd 1974. Já. Og ég man alveg eftir, þú veist, það voru alveg nokkur hörundstökk sem ólust upp með mér, sko. Einmitt. Þannig ég held þetta er svolítið falin saga. Já, er það, sko. Fólki sem hefur örugglega þurft að þola alls konar. Já, einmitt. Sem það gat ekki talað endilega á sínum tíma, sko. Nei, það nei, einmitt, já, maður veit ekki hversu mikið að fólki þú skekki gegnum eitthvað sem maður hefur ekkert þú veist líka kannski vendilega vilja tjá þetta er náttúrulega ótrúlega erfið stundum að rífa upp svona gömul sár, sko. Akkurat, þetta er náttúrulega svona öll þessi, hvað er þetta, svona öráreiti og allt þetta, sko. Já, þetta er það, sko, já, shit, sko. Já. Og það er náttúrulega sérstaklega eins og mín börn hafa verið ítrekka spurð hvort þau væru ættleitt og allt þetta, þú veist, og þurfum einhvern veginn alltaf að fara í gegnum það kannski hefur verið öðruvísi með sko, það er alltaf gaman að styðja fólki líka, sko. Þannig að þú veist ekki að fólk spyr mig, sko, hvaðan ég er, sko, það segir bara alltaf Vesturbænum. Já, einmitt. Það er alltaf að horfa á fólk, sko, að svona reyna að finna út hvernig ég get spurt aftur en svona fundi út hvaðan ég er ættaði, sko. Einmitt, já. Ég fatt alveg, ég heiti Skúli og ég lít svona út, sko, ég skil alveg að þetta er kannski confusing, sko. Einmitt, já, Sanna hefur einmitt sagt svipaða sögu, sko, Sanna Magdalena, Alltaf nefni, sko, en þú veist, hvaðan ertu? Og ég zoom út Reykjavík, þú veist, sko. Meinaru af hverju er ég brún? Já, einmitt. Hvaðan er ég ættaður? Þetta er alveg, þú veist, svo er það, sko, þú máttu alveg segja brún, sko, þú veist, það er alveg fólk alltaf. Eins og þetta sé ykkur, Já, þetta er flókin raunur. Já, það er aldrei fyndið stundum, sko. Já, akkurat. En þú hefur líka, þú ert tónlistarmaður, eða ekki? Já. Einmitt. Ég náði ekki alveg að kynna mér tónlistina þína, en ég ætla að gera það. Já, þakka það. Og endilega hvað ertu búin að vera lengi að að gera tónlist? Já. Sko, ég og Adam úr Tóma og Vigfús við erum sett í hljómsveitinni Regn sem stofnuð þá, sko, 2000 og 17 og gefum þá bara strax út því að við vildum já, við vorum bara ólmir í það en fyrir það, sko, þá sat ég alveg á þessu í dálítinn tíma, alveg einhverjir 6-7 ár, sko. Já. Og vildi þá bara, þú veist, svona bara finna mig, þú veist. Og já, en já, þetta er svona, maður er búin að vera hvernig get ég orðað þetta? Já, í gangi síðan, aktífur síðan 2017, já. Já.
Fuck, 2017. Tíminn líður, sko. Já. Hafið þið gefið út mikið efni? Já, við gáum út fyrsta mixtape, 4 tape, eða EP, ég svo lélur með þetta, sem beðið fyrir regni. Já, einmitt. Ég ætti kannski bara að fletta þér upp meðan ég tala við þig, sko. Já, og svo seinna mér gaf út seinni plötuna í fullri lengd sem var sko Úrkoma. Já. Og svo maður bara búin að vera að vinna með hinum og þessum hér og þar, meðal annars strákarnir í klístrinu, Fly Guy, Álfur og Nonni. Já. Og já, Jökullogi og já, bara alls konar lið, sko, maður er alltaf að reyna að sjáta á þetta alla homie, sko. Akkurat, en já. Það langur listi. Það langur listi á góðu fólki. Já. En já, þetta hefur bara verið hér og þar, sko, núna ég bara að vinna í minni fyrstu svona soloplötu. Já, frábært. Hvenær heldur hún? Ég get ekki sagt þér. Nei. Ég get ekki sagt þér. Hún kemur út þegar hún tilbúin. Já, nákvæmlega, ég að púla eitthvað svona Rihanna dæmi, sko. Já, akkurat, já, við bara bíðum spennt. Já, nákvæmlega. Hún allan á leiðinni og hún kemur á þessu ári, vonandi. Já, einmitt. Já, en ert þú Vesturbænum? Þú varst upp í... Já. Fættur upp alveg. Já, í hvaða hverfi? Herðu, ég byrjaði sett í Flyðrugrandanum, ef mann rétt, grábyggingarnar hérna á KR. Svo fór ég á Hringbrautina, bara rétt hjá Hofsvallagötunni og síðan á Bráðvallagötu og síðan núna er ég aftur komin á Hringbrautina. Já, þannig að það verður ekkert farið neitt, sko. Nei, akkurat, ég held að ég mun eftir ykkur á Grandanum, sko, því ég bjóð þar, sko. Einmitt. Og já, en það hefur verið áður en þú fæddist. Já, svo var ég með þar, vorum þar smá eftir fæðingu, sko. Mamma skildi aldrei, sko, að fólk var að setja börnin sín út, sko, í vagnin og út, sko. Ég hef aldrei skilið það heldur, bara svo að sjá reynist. Þú veist, hún bara út í kuldan, bara hvað meina, bara hvað ef einhver tekur barnið mitt, þetta bara, það var svona, sýndi manni svona, þú veist, Ísland, jú, lítið land, en það var ennþá minna þá, sko, það var enginn að læsa hurðum kannski það. Nei, einmitt, þetta var alveg, já. Hún bara meikaði enga sem hún bara ekki séns og bara hvað, og ég sé það ekki einu sinni. Já, einmitt. Já, veist, ég tengi alveg við þetta, ég hef aldrei nefnilega getað þetta heldur, sko. Nei, ég er ekki, ég veit ekki, ég kemur að mínu basegni, þá veit ég hvort ég muni gera þetta, sko. Nei, einmitt. En það er náttúrulega, bara svo við komum aftur að mömmuðinni, hún náttúrulega hún bauð sér fram til þings. Já. Var hún varaþingmaður eða var hún, komst hún inn, manstu það? Ég held hún hefði, nú mann ég ekki, sko, hún bauð sér fram í borgarstjórnina, já, sko, lenti þar í öðru eða þriðja sæti, sko. Já. Og það var bara, þú veist ég segi, það var, algjört kaos, sko, hún sendi bara, setti nafnið sitt í hattin held ég bara klukkutíma ára var lokað fyrir það, sko. Já, í sem sagt prófkjöru eða eitthvað svoleiðis, já, fyrir borgarstjórn, sko, hann er úrst að finna að hugsa út í að hún hefði getað verið bara borgarstjórn. Já, það hefði verið virkilega skemmtileg að segja. Já, það hefði verið reitt marga til reiðu. Já, einmitt. En nei, algjörlega og já, og þessum tíma líka, svo líka eftir að þetta er sko 94, ég held að ég sé bara 7 mánaða eitthvað þegar hún lendir hérna í öðru eða þriðja seti, sko. Já. Held að það verið þriðja kannski. Og þá svo heldur hún bara áfram að bara fara í sig kvennaathvarfið, eitthi mjög miklum tíma þar, að bara vera með fyrirlestra og bara, að bara og eins og ég segi, bara hvort sem var bara eitthvað svona fyrir innflytjendur eða eitthvað, bara þú veist að segja fólki að þetta sé hægt, sko. Já, einmitt. Þetta sé frábært staðar til að vera á. Já, akkurat. Því ég er að reyna einmitt að muna hvort hún komst inn sem borgarfulltrúi, það hlýtur að vera, sko. Já, maður þarf að viðurkenna það, maður er að kynna sér þetta alltaf betur sjálfur, sko, því maður þekkti hann ekkert þarna, sko, eða þú veist, einmitt, hún var bara lítill, sko, já, þannig að hann var líka eins og sérstaklega eftir hún dó, sko, maður fæði kannski símtöl eða eitthvað hannig, sko, það bara ég vann með mömmuðinni. Já, einmitt. Og hann bara, ok. Já, akkurat. Það er ekkert hverjir á hinni línu, sko, en það var svona, það var gaman að sjá viðbröðin hjá fólki eftir hún lést, sko. Maður vissi alveg að hún var einhver, sko, fyrir samfélaginu, sko, en svona það var gaman að fá að heyra og finna fyrir því bara, þú veist, hvernig annað fólk upplifði hana, sko, og hvað hún gerði fyrir fólk, sko. Þetta var alveg svona,
þetta einmitt enn og aftur bara stolt sko. Bara maður svona reynir að svona, hvað segir maður, að stefna á það að reyna að gera jafn gott fyrir umhverfið mitt og hún gerði. Já, einmitt. Því að hún kom frá Sómalíu uppalega. Já. Og kom hvað 87, já, einmitt. Þetta já, maður getur ímyndað sér einmitt umbreytinguna að koma í Já. Kuldan og svona, hefur hún eitthvað talað við þig, hvernig Já, sko, sagan sko þannig að það átti sko að gifta hana þegar hún var 14 ára. Já. Þannig að hún fer bara miðja nótt, fer þá bara frá Sómalíu, bara hvort sem lest eða úlfaldabaki eða lappandi. Fer þá til Sádi-Arabíu til frændfólksins þar sko. Já. Og býr hjá þeim og svo þá var allt aðeins hvað segir maður, frjálsara sko. Svo mann ég ekki alveg hvort að það átti að lofa henni aftur eða eitthvað þannig sko, eða eitthvað þannig, en hún ákveður að setja að fara þá í nám í London sko. Já. Taka þá stjórnmálafræðina þar. Já. Og þar og heimsótti Ísland eða eitthvað. Fannst þetta bara vera svo flottur staður og ákveður bara að koma og já, hann að, þú veist, ég veit ekki alveg, þú veist, það er kannski kalt í London, sko, en já, það er reyndar, já, það getur alveg verið kalt. Já, það er kannski annað að koma í. Já, í hríðina. Já, varla sála út á götu, með að við úti, sko, en einmitt, en hún var ekki lengi að koma sér fyrir, sko. Já, akkurat, þetta er eiginlega alveg. Já. Með ólíkendum. Já. Hefur þú farið til Sómalíu? Nei, það er náttúrulega ekki hægt eiginlega sko. Nei. En ég ætla að reyna. Það er hægt að því náttúrulega núna það er staðan sem að hún sko borgin Hargeisa sem í norður Sómalíu. Hún sem sagt partur af því sem að kallast núna Somaliland sko, sem dálítið svona, þú veist, það er hægt að fara þangað en þú veist ekkert að fara í 2 vikur eitthvað á okkar resort sko, þetta er bara ég held að ef ég fer allan að fyrst sko, held ég að verði eitthvað svona sem að kalla bara eitthvað svona inn- og út-mission sko. Já, einmitt. Ertu í einhverju sambandi við? Ótrúlega fyndið, já, ég náttúrulega í sambandi við sitt bróðmömmu og að ég samt hefur ekki talað við hann síðan ég tilkynnti sko, andlátið sko. Já. Svo heyrði hann bara í mér fyrir 4 dögum. Nei, jú, eða svona í síðustu viku, já. Og bara, já, fannst það fyndið. En jú, einmitt, í sambandi við hann en það er eina fólki, það er eina fjölskyldumeðlun sem ég hef hitt, sko. Já. Ég hef aldrei séð myndir af foreldrum móður minnar. Ég hef aldrei séð eða veist, maður er með náttúrulega ótrúlega mikið myndum, maður veit bara ekkert hvaða fólk þetta er, sko. Þannig að ég þarf að senda einmitt á aptí, sko, og fá einhver svör, sko. En einmitt, ég þekki mjög lítið þarna úti, sko. Já. Nema bara einmitt bróðir mömmu þá og börnin hans. Já, akkurat. En þetta er alveg örugglega á listanum að Já, maður fer alveg sko, svo einmitt sko, einmitt maður verður að fara allan og sjá sko. Þegar það er líka einmitt bróðir mömmu sko, einmitt býr núna út í Nairobi sko, í Kenju. Þannig að einmitt maður ætla að fara að heimsækja hann og hver veit nema maður geti þá farið þá eitthvað yfir sko, þar sko, en það kemur að því. Já, einmitt. Það er náttúrulega ferðaástandið í heiminum er kannski ekkert já, svo er það svo veit maður ekkert hvort að maður er fyrir með íslenskt vegabréf sko, þegar maður veit ekkert hvort maður komst til Bandaríkjanna. Nei, það er einmitt. Það eru mörg okkar sem ekki það ég sé að sækjast eitthvað beint í það sko, en nei, einmitt. Það eru mörg okkar sem að efumst að okkur eru hleypt í gegn. Nei, já. Já. Þetta er, já. Þetta er skemmtilegt. Þetta er heilmikið. En talandi leikriti, er þetta í fyrsta skipti sem þú leikur? Sko, ég fór á einhver leiklistanámskeið, einhver 2 sumur sko, sem mamma setti mig sko, sem ég var aldrei búin að steingleyma, og klætt ekki var í öðrum bekk eða eitthvað. En nei, ekkert eitthvað svona leikið sko. Þannig að þetta var ótrúlega fyndið prósess. Það hjálpaði mjög mikið að maður er bara að segja sína sögu og vitni hluti sem maður upplifað og svona hann dæmi sko, en jú, þetta er ótrúlega skrítin tilfinning sko, og já, þetta var einstök upplifun og ég segi, maður, þú veist, já, ég bara get ekki ímyndað með líf mitt á þess að hafa gert þetta sko. Þetta er alveg bara
sýndi manni mjög mikið, maður lærði líka mjög mikið sjálfan sig í þessu ferli sko. Já, og það var alveg, þetta ferli var alveg það bara, maður stundum dofin eftir æfingar og maður brotnar niður og grætur og við erum öll annað saman að hugga hvort annað og knúsast og svo einmitt og svo bara, svo bara klukkan 8 hann bara að sína þetta það var alveg félagi minn komið mynd á síðustu sýninguna sko. Og eftir sýninguna voru við báðir grátandi sko, hann bara, hvernig var bara sína þurfa að gera þetta næstu helgi og ég bara, neini, það suma dag var þetta bara að gera þetta aftur á morgun Já, og það var alveg en já, þetta svona þegar maður að gera þetta ekki bara fyrir sjálfan sig heldur, fyrir fólki í kringu sig og fólki sem með manni í þessu og framtíðina sko já, að þá skiptir þetta, þú veist, allt þetta fer alveg út gluggann og maður bara gerir þetta, þú veist, þetta ég mun aldrei gleyma því þegar ég sá hvort það var í Landsbankaauglýsingu eða eitthvað sko þá var það kona sem var hlaupandi ég sé man ekki nákvæmlega hvað þetta var eða hvenær sko en hún var lituð sko þótti svo ótrúlega vænt þetta var alveg þú veist, ég held að fólk fatt ekki þyngdina og virðinguna sem maður finnur fyrir og bara hvað segir maður, svona inclusivity þú veist, það er svona af því að þú veist eins mikið og fólk sko elskar krullurnar og þú veist og bara meðist lita fólk svo fallegt og jara þú veist, svona eðlishyggja algjörlega og fólk meina vel og allt þannig en þú veist að sjá þig einhvers staðar í auglýsingu þú veist eftir að upplifa það að fólk komi fram við þig eins og að þú ert eitthvað minna en sko eða þú færð ekki sumir réttindi eða ég ætti bara, veist, þau eru fegin fyrir það að ég tala íslensku sko, þú veist þannig að þess vegna er mitt þetta, þú veist að vera í þegar ég segi mig það mun ávallt vera í menningarsögu Íslands og við gerðum eitthvað sem hefur ekki verið gert á það sem allir eru litaðir á sviðinu og ég mun sko ég myndi leika sína þessa sýningu á hverjum degi þangað til í deg sko ef að fólk myndi biðja mig það sko en já, hann að bara fá að þakka öllum þeim sem að tóku þátt og gerðu þetta veruleika sko bara, já, en þú veist einmitt líka eftir þetta þú veist þá þú veist, þetta er náttúrulega eins og sé, þetta er ótrúlega átakalegt, þú veist, maður þurfti ég fyrir mig, þá þurfti ég taka bara með frí og vinnu bara því að þú veist, erfitt að vera að gera þetta og maður bara er að æfa þetta 5-6 tíma á hverjum degi og svo bara ég fara að vinna, þú veist, allt í einu, þú veist, og þú veist, það er bara, þú ert bara ekki einu sinni 50% á staðinum, sko, þú veist, þannig að, og vinna mín guðsjálf skildi það líka alveg og og ég var mjög heppið með það og hann að ég fékk einmitt tækifæri til að gera eitthvað sem að svona mínum að því svona actually skipti máli í mínu lífi sko. Já, akkurat. Já, þetta er það er mjög mikilvægt og ég náttúrulega bara veit það eftir að aðliði brúnbörn á Íslandi þá er það bara þannig að þetta er og ég held að ég segi, maður er ennþá dálítið að allan fyrir mig sko veist, ég held að kannski eftir 6 mánuði þá kannski er ég búin að ná aðeins meira utan þetta og svo kannski eftir aðra 6 mánuði þá er ég búin að ná meira utan þetta því þetta er bara svona ennþá að koma í pörtum og svona einmitt svona hvað maður er að gera fyrir sjálfan sig og umhverfið sitt sko hann að, já, þetta var besta ákvörðun sem ég teki allan Já, akkurat, og örugglega fyrir fleiri Já, algjörlega, sko, ég held ég get alveg tala fyrir okkur að þetta ekki sé það sko Einmitt að því að nú er náttúrulega líka sko bara svona almennt svona vaxandi rasismi í samfélaginu. Já. Er það eitthvað sem að þú hefur orðið var við? Hefur þú orðið var við? Sko, það breytist aldrei neitt. Nei. Þú veist, þetta fólk hefur alltaf verið hérna. Það mun alltaf verið hérna. Og ég ætla nú ekki að koma að þessu eins og þetta sé eitthvað svona losing battle sko. Nei. En þetta er svona ég veit ekki hvort að við séum að gleyma okkur en ég held að kannski munurinn á kannski deginum í dag og fyrir 10 árum að nú eru kannski fleira fólk í almennilegum stöðum sem eru að tala svona þú veist eins og í fyrsta sko þegar ég sé þig byrjaði sko sem verkefni hjá henni Kanumu í Listaháskólanum, útskriftarverkefni hennar og ég var í því
tókum 2 sýningar, Lewis var einmitt í því líka og mikið af frábæru fólki og afreksfólki. Þá var ég með stiklu sko hérna, hvað heitir þetta piece of shit hérna, hann var formaður Framsóknar Sigurður Ingi. Sigmundur Davíð eða Sigmundur Same, þú veist, same but different hérna. Það var þegar hann þurfti að biðjast afsökunar, kom með þessa Facebook afsökunarbeðni fyrir hún hérna, hvaðan hún ættið? Já, akkurat. Það svo erfið með nöfn. Já, hún var held í formaður hérna bændasamtakana. Já, hún ættið frá hérna Indonesia, Vietnam. Já, einmitt, hún var komið hingað. Já, afsaka mig. Indalkona, einmitt, já. Og svo hendur bara í eitthvað umkunnverða afsökunarbeðni og svo kemur bara í sjónvarpi og þá bara ég verð það sem að við þurfum að gera sem landsmenn og bara what's all this we sko af því að þegar enginn heyrir sko þá er þú veist þá er þú hérna og ég bara negri sko það er bara hannig þú veist þannig að núna fólk er bara meira að segja hlutina upphátt og svo být þú veist en ég get bara gefið sex mikið, þú veist, ég náttúrulega get bara stjórna því sem er í kringum mig og hvernig ég kann dökta mig og þú veist, það er eins og segi, maður lendi í þessu, ég lendi bara í svo Suðurgötunni fyrir nokkrum árum, sko og hérna og þá einmitt, sko, þá að því að þú svo viltu svo að reyna að espa mig upp, sko og nú verð ég að hugsa, ok, þú veist, þú heldur ég sé dýr, þannig að þú vilt sjá mig haga mér eins og dýr og mín hegðun hvort sem það sé satt eða ekki í mínum augum hefur áhrif á aðra sem eru eins og ég þú veist, í þessari stöðu er ég dálítið að representa allt mitt fólk alveg sama hvaðan þú ert, bara litaður þú veist, þannig að hvernig ef að ég missi síðan vitið mitt ekki það að ég sé eitthvað ofbeldisnegur eða getlaði með einhvern en ef að ég missi vitið mitt og ræðist á því hvernig ætlar að horfa hérna þá þú veist, þannig að það er mjög mikil ábyrgð sem að fylgir stoltinu. Já, það er alveg, geti hygglust tekið undir það og bara hérna, já. Það er erfitt að, hvernig get ég orðað þetta, þú veist, heimurinn hefur alltaf verið hatur og þetta er ömurlegt að segja en það hefur alltaf líka verið ótrúlega mikil ást. Þannig að þetta er kannski bara spurning perspektíf. Já. Og ekki að lifa hlutunum að fara að svona ekki reyna að dvelja þeim að því að þetta mun bara konsúma þig sko þú áttir að eyða öllum stundum í að pæla í af hverju fólk vill ekki að þú sér til sko Já, akkurat Já, líka þeirra fólk kannski áætlar eitthvað sérstakt bara þeirra sér þig og hérna er búin að ákveða hvað þú ert eða hvað þú veist og, já Það er alveg, bara já, Skúli, já, ok, þú lítur ekki út eins og Skúli. Ertu viss sem þú heitir? Já, nákvæmlega, er það millinafn eða hvað? Er það kemur það eftir eða undan Muhammed? Það Já, það er náttúrulega svona arabahatrið er náttúrulega gríðalegt núna. Alveg, þetta er bara íþróttast sko. Það er muslemahatrið í raun og veru, sko, það er svona. Og svo er það einmitt þetta, sko, þetta er... Já, ég ætla ekki að fyrir mig út í það, sko. Nei, það er alveg heil bók, sko. Einmitt, en einmitt, þetta er bara, veist ég, það var líka eins og talandi leikriti, sko, að þú veist að þá var það líka, sko, veist, maður alltaf hugsa líka dálítið út í þetta, þú veist að, veist, við erum líka bara mögulega að setja bara ennþá stærra target á okkur, þú veist, og maður tekur því, þú veist, ef það þýðir það að, hérna, þú veist, vinkonur, einmitt, Viktoríu, stelpunar sem er með okkur í sýningunni sem eru 13 ára ef það þýðir allar með þess að þegar þær voru að koma hérna á sýningunni og ég sá þær, þú veist, ég hugsa ok, þú veist, ef það er stærra target á okkur þú veist, þá skulum við frekar taka, þú veist, ég gleðilega þá teki ég höggunum svo að þið þurfi ekki að díla við það, þú veist, þú veist og þó maður sé einmitt, ekki, þú veist, afbrýðsamur ekki afbrýðsamur en að þú veist, að hafi ekki kannski fengið þetta sem krakki, en þá einmitt að fá að vera þessi skjöldur eða fá að vera þetta andlit fyrir fólk komandi kynslóðir, það er hérna Já, það er líka sem að ég hef svona svolítið líka ströggla við með sko rasisma, það er að þetta er oft svo þetta er svo hengt á sko þú veist, þegar það er að tala alls konar einhver svona verkefni og lausnir þá er þetta alltaf hengt á einhvern veginn sko innflytjandamál en þú veist eins og minna þú ert ekki innflytjandi þú veist, það er hérna, þetta er ekki þú veist, brúnir Íslendingar náttúrulega bara passa ekki inn í einhvern veginn það box þú veist, að hérna einhvern veginn að sé
Já. Þú veist, að því að svo geta innflytjendur verið hvítir og þeir geta verið rasistar. Nei. Þannig að þetta er oft svolítið svona, Já, þetta er ótrúlega skrítið, sko, þetta er fyndin staða líka, sko. Já, korrekt. Og það er einmitt, þú veist, já, það er ótrúlega fyndið og óskilinlegt að þegar maður, sko, fær einhver svona köst á mann, sko, frá einhverjum sem maður veit ekki betur, sko, og þeir eru yngri en ég og ég er alltaf að pæla bara en ég er búin að tala íslensku lengur en þið. Þú veist, það segir mér að fara heim, ég býð hérna bara upp götuna, þú veist, ég er búin að búa, þú veist, þetta. Já, það er í Vesturbæinn þá. Já, einmitt, ég skil bara ekki, en þú veist, en svo náttúrulega er aldrei hugsa út í, sko, og veist, ef við tökum hérna Afríku úr þessu, hvað erum við að taka með okkur þá? Þú veist, allt sem að fólk finnst vera kannski typical beauty standards eða svona whatever, þetta er allt svona, þú veist, þetta er svona, þú veist, fólk vil sko, hvernig get ég orðað þetta? Þetta er kannski dálítið grimmt að segja, en þú veist, þú veist, Þú mátt segja það. Þú veist, ég heyrði einhvern tímann utan að mér að það var sko að vilja allir líta út fyrir að vera dökk en að vilja enginn vera dökkur, sko. Ég veit hvað lagðurst að vitni. Já, nákvæmlega. Þú veist, þannig að þetta er, þú veist, þetta er svo mikið, sko, einmitt að þú, sko, þú elskar kúltúrinn og lalala og allt þetta dæmið, sko, en segir ekki sitt, sko, þegar einhver er að haga sér eins og hálfviti almanna færi, sko, því að þegar ég lenti í þessu, sko, þegar þessi maður var að espa mig upp, sko, þá voru hann með einhverjum vinum sínum, sko, sem að skömmu sér mjög mikið fyrir þetta, þú veist, hegðuna hann, sko, en ég horfði á þá, ég bara, en þið eru alveg sama, þú veist, sama pieces of shit, því að ég sá ykkur ekki segja neitt við hann þegar hann sagði þetta. Þú veist, þannig að þið getið alveg verið bara sorry, að ég sagði ekki neitt, sko, þegar ég er kominn, sko, en þú veist, þetta er bara, þú veist, þannig að endilega fyrir alla þá sem að heyra og sjá þetta, þú veist, bara, þú veist, ef fólk, ef vini, sérstaklega þegar vinir ykkar, þú veist, að vera að haga sér svona, þú veist, ég genuinely heyrði mannin segja, sko, bara, já, og svo eru nægrarnir með svo stór tippi, sko, ég bara, já, nákvæmlega, nei, þú veist, og ég er bara svona okkur, hvað, er þetta þá afbrýðisemi, eða, þú veist, vilt þú það, en við erum samt, þú veist, hérna niðri, þú veist, allan, ég sé þess að þrjá vinni sem var þetta með, sko, og þeir segi ekki neitt og skammar sér mjög mikið og ég bara svona, þú veist, þið eru bara alveg í sama bát og hann, þú veist, ég veit ekki hvor ykkar er fucking verri, þú veist, þannig að þetta er bara, þú veist, talið við vinni ykkar, alveg sem átt að segja rasismi eða homofóbía eða sexist eða eitthvað, það er bara checkið í fucking vinni ykkar, þú veist, bara, aðeins, já, þetta er, ég veit ekki, þetta er, þetta er, svo, maður stundir líma bara eins og maður sé, sko, öskrand á tunglið, sko. Old man yells at cloud, ekki? Já. Þetta er nákvæmlega það. Það er alltaf svona þegar maður finnur sér fara að hækka röddina og vera eitthvað espara, maður er bara að taka hérna eða eitthvað, sko. Akkurat, róa sig. Já, taka sér göngutúr og sígarettu. Já, einmitt. Já. Hérna, já, ég myndi gjarnan vilja taka einmitt svona, fleiri svona umræður með hóp, já, því að það er ótrúlega hérna. Já. Ef við leifir. Já, ef við leifir, já. Takk fyrir að koma í þessu vonda veðri. Það var hérna, þetta var alveg bara hérna, við erum búin að vera í miklum afbókunum í dag. Já, hérna, en bara hérna, Skúli Ísak Kassi, nefnum og vilji segja eitthvað að lokum þá hérna. Ég veit það ekki, frjáls Palestína. Já, einmitt, fyrir utan það, bara alltaf frjáls Palestína. Og bara hérna, hætta stríðum. Já, hætta stríðum, frjáls Kongó, Súdan, allstaðar, bara. Friður. Já, þegar ég sé þig, sé ég mig. Friður. Einmitt. Takk kærlega fyrir komuna. Og við bara biðum ykkur að doka aðeins, það er örugglega eitthvað annað hér, handan við hornið. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.